Ég er 1,58,5, skilur við. Ég ætti að vera svona dvergabótum. Ég búin að segja það, ef ég verð foreldri þá verð ég öryrki. Það er það sem ég gert. Stílbrot í boði Mercedes-Benz, Vitamin Well, Blue Lagoon Skin Science, Giggo og MSIs. Jæja Maja, hvað segirðu? Ég segi bara gott, en þú? Gott. Bólur við sumarlegar og sætar. Já, það er svo gott við. Ég veit það. Það var bara mánudagur og Já, akkur ekki vera ég segi það. sætur. Ég ætla Gott að veður mæti og- flip-flops eins og Helgi en hætti við. Ég klæði mig alltaf eftir veðri. Já. Og ég opnaði skápinn minn og mér langar bara að fara þetta og ég er bara jafn fínu þess að ég sé fyrir útskriftaveislu en ég var bara, Ég elska það. var eitthvað að reyna að fara að selja mér að fara í eitthvað annað en svo var ég bara, heyrðu, mér langar að vera þessu, ég ætla bara að vera í þessu. Nákvæmlega, maður á bara að gera það sem maður vill. Og svo fór ég bara í bæinn og keypt mér rúmföt Já. og, Herðu, og keyptirðu? fór bara í fína dressum Já, þangað. en keyptirðu? Ég bara gekk inn í búðinu og sefni heilsöru, góðan daginn til að fá Elisabeth sængursett. Já. Það er alls ekki til lengur. Oh. Já, þannig ég keypti eitthvað annað geggjað og fekk geggjað þjónustu. Já, ok. Og ég eitthvað svipað? Já, og ég get sagt hvað það heitir næst. Já, Það er mjög flott, ég með hana með. Að þeir eru svo margir búin að spyrja út í þessi crispy rúmföt. Þannig Já. að ef að þú getur deilt ef það er eitthvað svipað Já. og já. En þið segja það bara í búðinni og það er eitthvað með viss miklum styrkleika. Já, og Þið viljið þráðum. kaupa, já, Já, 400 þráða. Já, akkurat, já. Mikilvægt að það sé því fleiri þræðir, því betur sefuru, Já, nákvæmlega. segja spekingar. Ég vil bara hata þessu hóteli, skilju. Já. En við erum báða með Elevate. Herði, já. Vitamin- Ég alltaf því byrja okkur nýjum, ég er enda búin að smakka Elevate aður, það er alltaf bara nei, þetta er minn uppáhalds. Já. En ég elska bara nokkra, Já. það má. Það má. Þetta Ég er ætla bara- að segja ég var á læknavaktinni núna á föstudaginn og það var annað hver maður með Vitamin Well. Var þetta allt gælur eða? Nei, Vitamin Well fyrir gels og það voru líka fullt af Ok, þau eru með að breyta slagunum, við erum vel fyrir gels og guys. gels og guys. Eitthvað, já. Já, það er náttúrulega fyrir alla. Já, fyrir alla. Konur að kalla og börn. Já. Og ég ætla að segja, nú er golftímabilið að byrja. Þetta er svo ótrúlega sniðugt í golfbókan. Já. Af því þetta er svo, svona, Hendi í stærð. já og líka bara, þetta er svo friskandi, þetta er svo svalandi. Já, ég er Þú verður sammála þyrstur og ert að labba mikið. Þannig að en þú ert búin að vera bara í einhvernum útskriftaverslum, Ég er búin að, já. hægri vinstri. Já. Vákaða gaman. Það er svo gaman. Vákaða gaman Já. hljóðskristir. Ég var bara að horfa aftan allar krakkan á laugardaginn, bara Aron Kahn var að syngja og ég bara horfði svona aftan á, þau voru öll bara, þú var svo glöð. Ég veit það. Öll með þessa hvítu kolla Það eru bara allir svo glaðir og það eru allir svo að samkleiðast. Ég Af því veit þetta það. er stór Og þetta áfangi. er bara unga fólki okkar og svona glatt, þetta er bara bestu veislu sem maður kemst í. Ég nefnilega, þegar ég vaknaði á morgun þá sá ég svona memories af símanum mínum af því að Ólafur útskrifaðist 1. júní og þá var fyrra. ég bara að endur upplifa Ég veit veisluna það. og allt Vá, hvað þetta. er skemmtilegt. Og stelpunar allar í síkjólum eiginlega. Vákum var það En flott. manstu vorum að tala um tískuna fyrir útskriftir. Þá held að ég hafi farið inn á hvað væri mikið að síðkjólum Já. og litum. Það er það sem ég er að elska. Já. Mér veist Það var allan- alveg eini bleikum síðkjól, eini hvítum, Já. eini gulum, Já, ég veit það. Þetta er æðislegt. Ég dyrka það. Blómóttum, Já. bara, Dyrka allar þessa litagleði. ég var bara, já, maður var bara rosa gladur eftir þetta. Ég var í veislu á tengdasinu mínum, það var ekkert eðlilega gaman, Já. og þú veist, ég tímdi bara ekki að fara heim, Þú varst náttúrulega bara að senda mér skilabóð réttur í 2, sko. já, það var svo gaman. Já. Nei, ég er að segja, Já. það var það gaman og varst að leiðinu heim Já, og þá. svo verði ég eiginlega að koma eitt seimilast plögg hérna, varandi það, að það er stórkostlega geðvægt og glæslegt að vera búin að fá hana Svönulofu sem er blómabúðinu sinna við hliðina á búðinu minni. Flamingo. Studio Flamingo, Já. að fara hanga inn ef þið eru að halda veislu, þú veist, og kaupa ykkur annarkvort vendi í uppáhaldsvasan ykkar eða bara, þú veist, leigja, þú veist, fá bara ógeðslega mikið af blómi með veisluna, það er svo ótrúlega fallegt. Og hún er líka með svo falleg blóm og Og litrík. svo gaman að koma í búðunan, þú veist, þetta er bara lit að sprengja, þetta er bara Elska þetta. love it. Ok, Já. elska þetta. Mæli með. Yes. Yes. Herðu, sko, við getum kannski fá bara Helga núna, við erum með gest. Já, við erum Helga með Ómars. besta gest allra tíma. Já. Ég er smá önsjúk in a good way. Já. Þú veist að fara að taka viðtalið. En við höfum nú alveg uppáhalds, ever, Já, skilur en við höfum farið inn á þetta áður, varstu afbrýðisum? Að ég var að tala með hann, varstu abbó? Sko smá, Já. eina rosalega good way, Já, sko, þú einmitt. veist, bara að því að ég bara elska að fá tíma með honum. Já. En þú Og- varst eiginlega með okkur. Ég var með ykkur og ég fekk gæsa út nógsunum, Já. múr ég segja. Nei, ekki segja. En ég ætla að fara að kynna hann, ekki gera það fyrst. Jú, kynntan til leiks. Já, við ætlum að fá bara einna bestu mannverum Íslands í stólinn. já. Ég dýrk hana mann, hann er ótrúlega góður vinur minn og hann er bara,
ég bara svona ljósberi og ég hef oft sagt að ef ég væri að halda partí og þekkt hann ekki, ég myndi borgunum fyrir að koma að því hann bara hefur eitthvað svona lag á því að svona hann með eitthvað dreif ykkur gleði og svona hamingju. fairy dust getið ímyndað eitthvað svona fairy dust að alla já, og stundum þegar ég sé story á Pétri Mannsson þá stundum öfundaðis maður Pétur að vera með honum að ég veit hvernig er skilju, þannig að já, en já Helgi Ómars, hann við förum líka yfir það hann áhrifavaldur, ljósmyndari, stjörnuspekingur, jógakennari, gusumeistari, tónheilari, ótrúlega góði vinur, markþjálfi. Mér langar rosalega að fara til hans. Í markþjálfi? Já, ég held að það sé ekki til mikið betra menni í það jobb. Nei, sammála. Bæði sem getur treyst 100% og svona get invested í því sem þú ert að fara að segja hann. Ég veit það bara. Fáum Helga í stólinn. Helgi. Maja. Ómars. Einars. Velkomin til okkar í stílbrot eða skjábrot eins og þú sagðir aðan. Þú hittir á mig að smáfræðinum degi en það er ekki út af neinu. Við vorum að tala skjá. Já, og ég tók Omega 3 í morgun en Lukas ég hef tekið eitthvað annað. Það kemur bara ljós í þetta. Herðu, ég verð allan að byrja á, ég ætla að segja að þú ert 1000 fjallasmiður. Þú ert ljósmyndari, hlaðvarpstjórnandi, maður fara að segja það eftir, áhrifavaldur, jógakennari, tónheilari, markþjálfi, gusumeistari og svo stjörnuspekisfræðingur þó að það sé ekki official en þú spáir mikið í því sem ég elska. Stjörnuspeki áhuga maður. Já, þannig að þú veist, og örglega eitthvað meira. Nei, alveg nei. Það er svo fyndið að ég hef stundum verið heima bara Helgi, þú ert ekki að gera neitt í lífinu. Skilur þið? Ert að grínast? Nei, skilur þið? Heilin á mann svo fyndin. Hvað er að okkur stundum? Ég er að segja það. Já. Og svo bara svona, þegar þú setur þetta í svona perspektíf, þá er ég bara ok. Nei, þú ert svo dullur, þú veist, ég dýrk þetta. Og það er örglega eitthvað meira sem ég er ekki að tella upp, sko. Já, ég meina, fyrst og fremst hundaegandi. Já, einmitt. Þú veist. Tvíburi. Já, tvíburi. Rísandi bóamaður, skilur það að vinna. Já, einmitt. Það ég nákvæmlega. Og en sko, hvað af þessu á svona kannski hugðin þessa dagana, skilur? Hvað er svona, þú ert mikið að kenna jóga, eða ekki? Jú, sko. Og gusu. Og gusa. Já. Sko, ég er núna alveg ógeðslega spenntur fyrir markþjálfunni. Já. Sko, fyrir þau sem að þekkja human design, þurfum að fara út í það. Þá er ég projektor. Já. Og projektorar vinna ekki hefðbundið. Nei. Þetta er æðisleg fræði sem að bara er ótrúlega gott að kynna sér. Ekki klippið út. Stílisti. Nei, ekki klippið út. Ég ætla bara að laga stílistinu og var eitthvað svona... Ok. Eitthvað sjúsku. Það er ekki klippið út. Nei. Það er svona markþjálfunin henta mér ekkert eðlilega vel. Ég mæli með að skoða, human design er annað bara svona blueprint sem við getum nýtt til þess að bara þekka ykkur betur. Og að vera projektor er mjög stort verkefni í lífinu að þekka sig sem projektor og útskýra ókslega margt líka. Og ég elska fyrir þá sem eru hjá mér, árangur sem þau ná er bara, þetta er svo geðveikt að fá leiðbeina að ná það besta fram í fólki. Þess að ég er í öllu alltaf, Ok, viltu kannski bara útskýra kannski smá fyrir þeim sem bara hafa aldrei einhvern veginn þurft að spá í þessu. Hvað er markþjálfari? Þú veist, ég held að það sé ekkert allir sem vita hvað markþjálfari gerir. Ég held sko að markþjálfari myndi bara segja allt rétt og þú veist, eitthvað svona. En hvað gerir markþjálfari? Þetta er bara aðili. Þeir eru auðvitað, þú veist, mér finnst... Er þetta svona life coach? Í rauninni, en sko það svona fallega við þetta er að þú veist, þetta er persóna sem hann dregur úr það besta. Skilur við, þetta er navigation, það er að spyrja réttu spurningana og svo er haldið utan það. Það er það sem er svo magnað og ég nýti minni, ég nýti stjörnuspeki, ég nýti enneagram, ég nýti human design í þessu líka til þess að bara, þú veist, navigata sig, skilur við, finna sig og þú veist, svörin okkar eru öll hjá okkur. Þú veist, ég segi þér ekki hvað það gera, þú veist hvað það gera. Þú hjálpa fólki að finna þau. Já, og það er bara tækni, þetta er bara æðisleg, sko, samtalsmeðferð skilur við að samtals bara, og ég meina þú veist, ég er með þingfólk og við erum að horfa á bara, ég er með svo magnaða persónur hjá mér
og það líka stórt að velja að mæta, að velja að fjárfesta í sér. Af því að þú veist, við gerum þetta með sálfræðinga, við gerum þetta með alls konar, en markþjálfi getur stundum verið bara gilda múfi sem þú tekur í þínu lífi, skilur við. Af því það haldið utan þetta allt saman. Já, en þannig að ég bara svona spáði, þú veist, hvernig myndi fólk geta skilgreint að hvort það þurfa að leita sér sálfræðastöðar eða hvort það þurfi markþjálfun? Er þetta eitthvað svona að þú ert í eitthvað svona identity crisis, kannski frekar heldur en í eitthvað svona tráma eða eitthvað? Ég held þetta sé, þú veist, eins og bara standa á krossgötum. Þú veist, við höfum séð, ég meina vinkonar okkar sem eru kannski öflugustu konar, bara eina öflugustu konar í landinu, veit ekkert hvað hann að gera, hvað næsta skrif og það þetta að ná fram úr þessu. Auðvitað þarf maður ákveðna næmni og maður þarf að ákveða svona, já, og þú veist, ég meina einn sem hjá mér, þú veist, ég aðstoða hana með content, ég aðstoða hana með alls konar, skilur, þetta getur bara heill heimur, þú veist, markþjálfun getur verið bara heill heimur af því. Fer bara eftir manneskinu sem að leita sér. Og það sem við gerum, við mætum náttúrulega bara þörfum einstaklingsins. Þú veist, einu sinni var ein sem að bara, ég sá bara á henni að þetta var ekki að fara, hún var ekki aðstæðum, þess að ég gerir bara jóka nýtra, skilur. Þannig að þetta bara svona rosalega bara, hvað maður segja, bara sniðmátið bara eftir því hvernig manneskju þú fær. Það ekki það sama sem gengur fyrir alla, eins og þú segir. Þetta bara mismunandi eftir auðvitað markþjálfum og svona hvernig vinna. En ég vil fyrst og fremst bara vera góð fjárfesting fyrir þá sem að koma til mín, skilju, og bara mæta þörfunum eins og þau vilja, skilju. Ein vildi bara ógeðslega mikið knús, skilju, og þá mætum við bara þeirri þörf, skilju, og svo heldum við áfram. Það svona, ég bara, þetta fyrir mér líður smá, ég bara svona andvarpa úr létti að hafa fundið þetta. Svo fylgir náttúrulega því þú ert að byggja kunnahópa, þú veist, svo maður leifund hópum, þú veist, fyrirtækjum, þetta í alvörinu vannýtt tól, að því að presensi skiptir líka svo miklu máli, skilju. Ertu þá orðin bara núna loksins búin að fatta hvað ætlar að vera þetta með stór? Er þetta smá þannig tilfinning? Alveg lúmst, sko, en svo típist ég að vera bara, ok, ég er búin að þessu, hvað næst? Skilju. Það bara ég förðunarfræðingur, skilur. Ég glemdi nú að taka það fram. Ég að segja það. Þetta nú meiri skandall. Herðu, og módelskátt. Já, skilur, ég með það líka og þetta líka bara týpurismin í mér, skilur. Ég vil bara gera allt og halda fullt af boltum á lofti. Markþjálfunin hefur náðað sameina helling, skilur. Og mér finnst það æðislegt. En, veistu, maður á bara að gera það sem er gaman. Það sem maður lætur manni líða eins og maður sé bara réttri hillu hverju sinni. Við þróumst, við erum að fara inn á alls konar tímabil. Ég get meira þess að, þú veist, þarna þetta að taka inn védísku stjörnuspekina sem er stórkostlega líka. En það hjálpar okkur að skilja tímabilin okkar, skilur við. Þú veist. Áhugavert. Þetta svo áhugavert. Það verður að vera gaman, annars svo leiðilegt. Halló. Nóg til að meira leiðinni. Við þurfum bara að hafa gaman. Það er eina sem að það. Sérstaklega í nútíma samfélagi. Sem allt bara að fara í köku eitthvað en í öllum kommentarkerfum. Nú þurfum við bara að hafa gaman. Við ætlum bara að hafa gaman og ég var í kasti dag, þú varst að posta, ég tengdi svo við þig með hlaupið. Hvað erum við oft búin að hittast vestur í bæ og ætla að fara út að hlaupa saman? Á morgun, bara heyrust, við ætlum út að hlaupa. Fyrirmálið. Af því þú varst að, hann var að byggja meðmáli með nýjustu hlaupaskonum. Ég er sko búin að sitja hérna og vera yfirlýst. Mér langar svo að vera hlaupagela. Ertu að grínast? Já, alla græjur. Ég tengdi svo við það því að þú ert alveg eins og ég. Þið langar svo að vera þessi hlaupatýpa. Mér langar svo að vera hlaupatýpa. Hvað er okkur? Okkur gerum við þetta ekki bara? Ég er svona að vera að spyrja mig. Ég held að þú náir ekki gera þetta að þú ert í streitu fyrir. Þá er hlaupistreita. Ég held að mitt vandamál sé að mér langar bara að fara út og hlaupa 21 strax. En þetta er veistu, tengiru. Herðu, já. Ég er ljón í Mars sem er náttúrulega aggressionið. Ok. Og ég finn náttúrulega í bullandi fílu ef ég er ekki góður einhver strax. Já, þannig er ég bara smá alltaf. Já, og sko... Ég held að það sé að halda aftur af mér. Ég líka. Maður þarf að komast yfir eitthvað tröskuld, maður þarf að byrja kannski bara að hlaupa 2. Já, og hægt. Og hægt. Hvað meinur það ekki að hlaupa 5 myndir hálftíma? Þú veist, annars leggir það. Ég hleyp einu svona ári, Reykjavík maraþonu, 10 kilometra og ég bara hleyp. Gerir það? Alltaf. Ertu eitthvað ruglu? Nei, og svo kem ég bara í mark, bara á góðum tíma. Ekkert. En ég ætla alltaf að æfa mig. Já. Svo er ég bara 4-5 daga, ég get ekki labbað. Ég veit það. Og maður minn bara í kasti. Allir liðir, Nei, ég þarf að labba einhvern veginn svona niður tröppur, þú veist. Nei, þetta er alvöru.
Ég núna, mitt move, það er nefnilega heiðmörk, það er borgarstjóraplan sem er slett eitthvað og svo sérðu þau í litum hlaupaleiðir. Ég ætla að sleppa því að vera með eitthvað app og eitthvað. Ég ætla bara að hlaupa þessa leið og reyna að njóta. Ekki keppa við ykkur tíma eða eitthvað svona? Engin keppni. Þú veist, þetta er mitt næsta skref. Ég er svo mikið keppnismannskja. Ég þarf alltaf að vera með úrið og tjekka á peysinu. Og svo bara ef ég þú veist, ef mér líður svo aumingja, þá hætti ég. Já. Þetta er bara nákvæmlega saman með mig, en ég sko núna í mörg ár. Sjálfstekkingin er svo mikilvæg. Mér er búin að dreyma svo mikið með vera, og svo er ég bara með TikTokið mitt, bara hlaupa content, bara hvað skó þessar að hlaupa í marathon, á hvað peysir, hvað hún æði sér fyrir marathon, ég ligg yfir þessu. En má ég segja samt eitt, við erum samt í sturlum raunveruleika. Við erum að tala það, þú veist, ég meina, þegar fólk segir eitthvað rólegir 20 km á sunnudegi, maður er bara, en þú að hoppa upp í eitthvað raskat og vera þar. Rólegir. Nei, skilu, við erum alltaf, þú veist, viðmiðið er orðið sem ekki bull, skilu. Hvað eru rólegir? Hvað peysir það? Það er hraðasta peysu okkar. Já, svona, hvað 5 eða? Nei, svona 6-4. Já. Nei, það er alveg 5. Nei, það er peysu sem ég er ekki búin að ná. Skilu. Nei, já, ég meina, er það easy? Easy Sunday run. Já, skilu, svona, við þurfum líka einhvern veginn, og ég er að tala við sjálf með því að segja þetta, að bara stíga inn og vera bara eitthvað, Helgi, þú ert að fara upp á borgarstjóraplan og hlaupa til að njóta og haltu kjafti. Já, þú samt líka alveg að tala fyrir mig líka, sko. Ég tala fyrir okkur. Já. Og fólk þarna úti. Já, þið eru séð. Já, ég held að við sem ekki einn sem eru svona, sko. Nei, mér finnst... Því að Andra tengdi ekki neitt. Ég sagði, mér langast að vera hlaupagjöla. Hún var, skil ekki neitt. En þessna þurfum við líka að vera talsmenn fyrir þennan hóp, af því það eru bara ógeðslega margir sem hugsa bara, veistu, ég legg ekki í þetta, þú veist, brjálæði, skilur. Á meðan auðvitað bara, þú veist, fólki sem er í bakaslaupinu og bara öll virðingi heiminum, fylgt afreksfólk, skilur. En maður má ekki miða sig við þetta. Nei. Skilur. En ég geri það. Mér langar bara að geta reyma á mig hlaupaskona. Vera gælla? Já, vera gælla og hlaupið út og bara tekið bara gott hlaup og komið svo heim bara, þú veist. En koma djöflarnir þínu ekki upp í hlaupum? Sko, ég er bara... Þar finn ég mína. Já, nei, ég nefnilega hef aldrei náð mér út að hlaupa nema einu ári. Já. Og ég hef reynt að fara með Viktori Hermanns vinkonu, en við tölum svo mikið, vendum alltaf á labba. Ég var að tala við henni daginn og hún sagði, Helgi, ég líka, og ég skrifaði með caps lock, við verðum. Við þurfum bara að fara saman. Annars erum við ekki fólk með mannfólki. Nei, alls ekki. Eitthvað svoleiðis, skilur. Nei, eitthvað svoleiðis, ég veit það. Næsta. Herðu, sko, mér langaði tala um elítímabilið. Ég man svo eftir þú bjóst í Köpen. Já. Og líka þú varst stundum að koma heim og komst upp í NTC, þá varstu svona kannski, varstu ekki að byrja þá svona kannski sem líka sem svona áhrifavaldur. Jú, ég hef alltaf verið NTC maður, sko, og ég hef alltaf, þú veist, GK hefur verið svona, þú veist, það hefur verið mitt svona, skilur, svona búðin, skilur, og, þú veist, mæta alltaf og skoða og mér finnst það geðveikt. Elite tímabilið er náttúrulega, sko, þetta eru 6 ár síðan ég flytt tilbaka og hugsa tilbaka, þú veist, ég er svolítið núna í því að klappa þessum stráka baki, skilur við. Þú átti náttúrulega, þú veist, þetta var erfitt líka með bjóstuð nút. Já, þetta var bara, fyrst og fremst var þetta bara ótrúlega krefjandi einhvern veginn aðstæður að búi í og þú veist, ég var líka bara svo mikið dúlla. Þið vita alveg hvernig tískubransin er í Köpen, þetta er allt öðruvísi en hér. Þú veist, þarna er bara hierarchy og þarna ertu bara, þú veist, fólk er vinsamlegt við þig með hversu náður búin að langt. Segðu rétt, hversu langt úr búin að ná. Já, akkurat. Þetta er smá eins og þetta var ekki rétt sagt í mér. En við skiljið, þetta er smá eins og hún var að tala um Signý, sem fór á Óskarinn. Þú veist, bara í þeim bransa. Var hún hér? Já. Æði? Já, það bara svona, sko, eftir hversu mikið A-list eða B-list eða C-list, það er bara svona algjört sikkort trítment. Ég meina krakkar sem ég fann og bara ólu innan geirans, ég meina þú veist, leið og þau voru farin að bóka og fara út, það voru við allt í orðin, þú veist, irrelevant, skilur við, af því þau voru bara farin að hanga með, þú veist, elitinni og eitthvað svona, og þá bara, skilur mig, en við hérna heima eru svo mikið krútt, en það sem að mér finnst samt gaman, og sem er samt dásalegt, stelpa mín sem hefur náð hvað lengst, hún hjá mér daginn, hún er enda bara
snúlludúlla besti heimi, sem þú basically uppgötaðir. Já, hún er Móna og hún er í dag bara stærsta módel í heiminum. En byrju, fannst hann ekki eitthvað bara á vergangi? Jú, í vergangi fann hann undir brú í Orhus með pappa sinum. Oh my god. Og það var... Því líka, hvað maður að segja, Cinderella story. Þetta var rosalegt Cinderella. Hann kemur alls ekki frá peningum, einstæði faðir, mamman dáin og þau bygguð saman fjölskyldan, amman og allir. Og er hún dönsk eða? Hún er dönsk, tyrknesk og sómalísk. Já, það var svona eitthvað blanda, eitthvað geggjublanda. Hún er geggjublanda og þau getur bara, ef við bara farið á Instagram, Andrea farið á Instagram og skrifaði Móna Togard, T-O-U-G-A-R-D, þess að núna, seasonina núna, hún var bara bókuð í allar herferðir punktur. Oh my god, er hún ennþá hjá Elite þá? Já, ok, geggja. Hún er bara hún er yndisleg og hún er... Já, bara svona... Ef þú flettir niður, þú sérður bara, þú telur bara upp bara herferðnar bara þetta sísón. Balenciaga. En ég nefnilega er ekki eins blind og andra þannig að ég sé bara hérna hvað hann er sætt. Já, hún er æðisleg sko, en ég held líka bara, ég stóð mig, og nú er ég talað svolítið við hann, ég stóð mig ógeðslega vel, skilur, ég var með development deildina sjálfur, ég var að skáta bara meira og minna alla sem komið þarna inn og ég var á lélegustu launum sem geti ímyndað ykkur. Ég lifið á 50 krónum á dag, mjög lengi. En byrju, hvernig? Bara, svo kom ég heima svo vann. Nei, en ég er að segja þú veist, hvernig er þetta að borga svona illa fyrir eitthvað svona sem getur svo að búið til svo mikið pening? Já, svo fekk ég, ég fekk svona lítið gjald fyrir hvert módel sem sænaði En áttið þú bara að vera þakkláttur fyrir að vinna hjá Elite? Í rauninni, og þetta er svolítið sérstaklega í Danmörku, ég veit ekki alveg hvar ég hefði átt að vinna annars staðar. Nei. Og ég var bara alltaf feiminn, bara þorði ekki að biðja launahækkanir, ég rukkaði ekki eins og þessi gjöld að því ég var bara, þetta var bara öðruvís, en enga síður þá, varð þetta fjölskylda mín, yfirmaður minn og fólki sem ég var að vinna með, varð bara öryggi mitt, heimili mitt, bara mamma mín, pappi minn, þetta varð bara algjört sengsjói. Þannig að þegar þú hugsaði tilbaka þá þykir væntum, þennan helga og þennan tíma. Já, bara ekkert smá og ég líka bara virði, þetta er bara svo mikið lærdómur, ég horfi ekki tilbaka endilega í hvað mér fannst þetta erfitt, skilur. Ég einmitt, af því ég bara sjálf bara einhvern veginn náða að læra það. Já, þú þekkir þetta sjálf. Já, líka bara að sjá ekki eftir neinu. Algjörlega. Ég hef alveg oft verið með svipuna á mér af því að ég var einhvern veginn svona þegar ég bjó erlendis og kakvart kannski Ólifi sinni mínum en maður bara hugsa byrju, maður þarf að gangi gegnum alls konar. Algjörlega. Og ég bara oft verið að standa mig að því einmitt að vera með einhverja svipu og ég er bara búin að læra það núna, maður á einmitt bara maður á bara að hugsa bara, þetta gerist alltaf ástæðu og bara maður kemur sterkari út og allt þetta. Það sem varst að segja, ég trúi því að við þurfum að fara í gegnum þessu verkefni. Akkurat, til að gera okkur að þeim sem við erum í dag. Þetta finnst mér vera bara geðveikt mikilvægt að, þetta er sama, því nú er ég svona típa sem að, við upplifað debur bara, farið í alls konar tímabil, bara það sem maður gerir, bara sveiflur og svona. Eftir að ég fór að svona þakka fyrir það og bara svona, ok, ég hlakka til að komast út úr þessum göngum, ok, hvað kemur svo, hvað er hinum minn við göngin, skilur, í myrkrinu, og ég kallast þetta magical darkness, og við sem erum hérna, 30 plus, vitum alveg að þetta er allt af hennu góða, þannig séð. Fattaru, við getum alveg sitið og í volaðinu og það er svolítið huggulegt að vera í volaðinu, það er alveg gott en svo þegar maður fattar bara þetta var einhvern smá skóli að því maður hugsaði mitt líka bara ef ég hef ekki verið þarna hefði ég verið svona þakkláttur fyrir litlu hlutin í dag og allt þetta, maður þarf að taka allt þetta með sér og maður á ekki að sjá eftir neinu. Nei, ég er ekki þar. Því við getum ekki breytt því sem er búið. Ég held bara að þú getur bara lært og gert, gert betur en bara vanda sig, stækka, bara ef að gildin eru að líða betur, sjá meira, upplega meira, leika meira, njóta meira, þá ertu alltaf í geggjari lest, skilur við. Það er alltaf svolítið svona, ég byrjaði að lifa svolítið eftir að ég fatta þetta. Já. Nei, við erum alltaf að vera fullorðnari og vitrari. Já, og vitrari, auðvitað.
En mér langar að hvaðan kemur þessi svakalega áhuga á stjörnuspeki? Af því ég dýrka það. Ég bara elska að spá í stjörnuspeki. Þannig að þegar þú ert ferðin á þetta, þá ég bara, þú veist, ég bara að fylgjast með stóriðinni, þú veist, að fara yfir, þú veist, tungli þessu og þetta og daginn var eitthvað brjála tímabil. Hrúturinn? Já, nei, það var eitthvað svona, og þú veist, það voru allir eitthvað að senda á þig eitthvað svona, herru, já, ég var brjáluð í skapinu í dag. Þegar voru 5 plánetur í hrútnum. Já, hvað var í gangi? Þegar ég bara stóð sjálf með því, ég var bara eitthvað öskrandi á börnum mínu og eitthvað. Já, bara, þetta var bara mesta... Þetta basically bara triggera, þú veist, þetta aktiveitar triggera, reiðina, eldin sem bara springur upp, skilur. Ég meina, ég var að tengja við þetta. Já, ég bara, þú veist, þetta var rosaleg orka. Ef við förum í, þú veist, áhugan, það svo næs að hafa blueprint. Það svo næs að hafa leiðbeinanda, skoða, spá, spekulera, skilja, það það sem þetta þetta er bara forvitni. Og svo náttúrulega bara fullt af fólki sem finnst þetta bara algjört crap Já, og það alltaf bucket, sko. Já, það alltaf lægi. Nei, ég veit það. Og nei, ég meina svona, fólk bara eitthvað svona... Ég til dæmis skil ekki fólk sem ofurtrúað. Nei. Það bara, það til dæmis eitthvað sko á meðan það frábært eða henda þeim. Ég elska að spá í hið náttúrulega, stjörnunar, það sem við sjáum, það sem við erum, það sem býr innra með okkur, þú veist, mér finnst það bara að vera svo fascinerandi og ég mér finnst þetta bara ógeðslega gaman, svo þetta bara það, ég meina ég alltaf með einhver svona, eins og bara krabbar, ef ég heyri, ertu krabbi? Já, ok, spilar á jólunum? Nei, skilurðu, þú veist, það alls konar munstur alls það, en svo alltaf fræðin ótrúlega spesifík, skilur, það eru húsin og það eru Uranus og Junction og Stallion og þú veist, þetta bara North Node, South Node, þú veist, þetta endalaust sem ég skil ekki. Ég hef helmingin af þessu svo að segja. Ég skilur, en þú veist, þetta bara eins og eiga áhugamál, skilur, ég myndi aldrei segja, þú veist, ég get alveg verið eitthvað dullast og læra að skilja, þetta bara svona áhugamál, en svo þetta líka oft, þú veist, nú fullt tungl í Bógamanni. Okay. Skilu, og sólinn tvíbura Bógamar ekkert eðlilega skemmtilegur það bara nómad, ferðast, lifa, sjá, gaman, eldur. Það bara að lýsa henni. Já, veist, ég rísandi Bógamar og fyrir þá sem að vilja og velja geta farið og nýta fulla tungl skoða hvað þýðir þetta í merkinu mínu og fengi bara svona alls konar, þetta getur líka útskýrt eitthvað sem kemur upp, reiði eða hvað sem kemur upp og fullamól tungli náttúrulega alltaf að hvetja okkur til að stækka skilu, allt sem óuppgert eða eitthvað, þess vegna getur alls konar komið upp en þá þetta líka farið. Já, einmitt, minnst að geða þetta áhuga. Þetta svo gaman, við erum svo Venusinn, það ástin okkar veist, ég skildi akkurat bara eins og aggressjónu mitt ég var alltaf að neita mér mennskunum minni ég hélt alltaf áðurinn fyrir enneagram bæðu veist, þið verðið að fara enneagram breytti lífinu. Hvað það? Fyrir þá sem ekki vita. Þetta elsta persónuleika prófi heimi. Bara þróa af súfustunum. Og þetta líka bara tól sem notað í fangelsum í Ameríku og þetta rosalegt. Og ég tvistur sem þýðir að ég góður en svona tráma mitt vill bara ég sé góðastur og gera aldrei mistök og er bara góður og góðastur í heiminum. Það svona ég afneitaði mennskunum minni eins og þú veist reiðinu minni eða svekkelsinu mínu eða eitthvað. Svo ég ljón í Mars sem reiði mín og það útskýrir til dæmis að ef þú fokkar í mér ok, þú veist, ég bara I let you be, sko en ef að, þú veist, reiði mín blossar upp þegar fokka í fólkin sem ég elska þá get ég bara sér rautt skilur, þá er ég bara þú veist, það bara ljónið, bara hjörðin mín skilur, og þú ógnar henn ekkert, skilur, sjáu bara ljónin út í náttúrunni, skilur þetta svo gaman svona og ég svona fatta bara já, bara þarna ég, hér má ég vera og ég þarf ekki að halda að ég sé einhver ómennskur aðili sem ekki með reiði. Nei, nákvæmlega, við þurfum að hafa þetta allt. Við erum með þetta allt, þetta allt tilfinningar sem búa inn í okkur. Það svona mér finnst þetta bara ógeðslega gaman. Enneagram, heitir þetta það? Enneagram, E-N-N-E-A-G-R-A-M. Já, ok, já. Ertu búin að, kynna þetta eitthvað? Ekki ná mig. Oh my god. Okay. Don't put her on the spot. Búin að
Í alvörni. Já, þá höldum við bara enneagram kvöld. Já, ég til í það. Og lesum þaulum upp bókinni. Já. Þetta er það magnað sem ég veit. En fer maður í eitthvað svona próf? Já, ég elska persónuleika próf. próf. Já, bara absolutt. Ef við gerum það? Þetta er bara geðveikt topp. Það er bara, herðu, ok. Við erum að tala þetta í helgarspjallinu líka og hafið þið séð podcast með Amy Poehler. Já. Good Hang with Já, Amy Poehler. já. Hún spyr alla gesti. Ok. Hún er Já, 8 já. sem er gett ólíkt henni. En hvað eru bara 10 tölur eða? 10 tölur, já. Ok. Þetta er Ok, hugmynd er fætt. Er til að gera með okkur? obviously. Já. En herru, talandi helgarspjalli. Já. Það er bara back. It's back in business. Já. Herru, sko, ég veit bara, það eru ótrúlega margir sem að fagna og söknuðu helgarspjallsins. Já. Ég er rosa hlustaði til dæmis þakklátur. alltaf á það. Ég er mjög þakklátur sko. Ég held líka að þarna er líka annað dæmi þar sem maður gleymir svolítið að klappa sér á baki, skilur við. Helgarspjalli var vissulega tól fyrir mig, fyrir forvitna mig að vita meira en ég vissi, en þú veist talandum bara að trúa okkar skemmtilegt mér finnst við vera svo leitt áfram skilur við, og helgarspjalli var tól sem að bara bjargaði fullt af fólki skilur við, og er bara búið að vera var þetta svolítið, nei, ég ætla bara að standa við þetta hjálpaði allavega fólki þetta er kennt í virk, þetta er kennt í sálfræði áfangum, skilur, þú veist, það er alls konar, þættir hjá mér eru notaðir í alls konar og ég fekk til mér bara sérfræðingar sem að vita hvað að segja, sálfræðingar og bara alls konar fólk næsta tímabilið er náttúrulega bara öðruvísi. Segðu okkur. Þú veist, ég fann bara, þetta var ótrúlega fyndið, ég lá í sófanum í janúar þegar ég var á mínu ömurlegum stað Núna í janúar? Í janúar 25. Já. Og það var bara allt í einu, ekki hvaðan skilabóðan komu, eða hvort ég heyrði þau að sá þau að fann þau, ég get ekki svona útskipta, það var bara búið í bili. Já. Og ég þurfti ekki að hugsa þetta, ég þurfti ekki að spá, ég þurfti ekki að gera neitt. Ég afbókaði gestina, setti henni á Instagram og svo bara... Og þá bara þungu fargiði létt. Rosalegur. Þú bara hafðir ekki svigrum í þínu lífi á þessum tíma til að ég hafði ekkert að gefa. Nei. Og núna langar mig að hafa gaman og bara... Og hvernig er þetta öðruvísi núna? Sko ég með mér til dæmis æðislan co-host sem að, og þetta er bara, þú veist, við bara rekkum og það er bara ógeðslega gaman, við tölum þetta allt, enneagram og þetta En er þetta þá núna spjallþáttur eða líka að fá gesti? Við erum bæði. Já, bæði. En þú veist, ég vil bara bjóða fólki inn í vinahópum minn, skilur. Við erum bara, ég vill hafa gaman, ég vill létta fólki í lundina sem er svo þarft núna. Ef að fólk er ennþá með Facebook, það er lýðheilsumál, skilur, að vera ekki ómikið á Facebook og í kommentarkerfunum. Bara sjá þetta. Þetta hefur allt áhrif okkur, fréttirnar, kommentarkerfin, skilur. Ég vil fara í, við erum búið líka svo fyndið. Við vitum, þú veist, við vitum staðreyndirnar, við vitum að, þú veist, kærleikur sér allt og við vitum alveg að, við vitum allt þetta, en það er samt neikvæðin er bara í, sko, þetta afl. Bara hæstu hæðum. Ég finn sko að þegar mér líður ekki vel eða þú veist, ég er eitthvað svona þunga á mér og svona, sem kannski er ekkit rosalega oft, en kannski svona ofta núna þegar maður er að fara á breytingaskeið og svona, þá verður maður dapur. Ég er með geggja breytingaskeiðs vítamin handa þér. Já, ég er bara til í það og við andra erum bara báðar ætlum að taka deep dive í það líka, en það vil segja, þá opna ég ekki fréttir. Nei. Ég er bara vel að fara ekki inn á Þetta er í alvönni líðheilsumál, sko. Því ég bara eins og Ari, maður minn, þú veist eins og þegar þú veist, hvort það var að fara að byrja stríðum daginn og eitthvað þegar sundið loka og þetta Íransdæmi og ég bara, hann er með kveikt bara á BBC, bara 24/7. Pétur líka. Ég bara svona, af hverju þetta gera þetta? Hann getur þetta, sko. Já, ég bara, veist að, mér langar ekki að vita. Ég bara, þú veist, ég finn líka, þú veist, við erum svampar. Við erum það. Við finnum það bara, við tökum allt inn. Það sem sjáum í umferðinni, ef við heyrum eitthvað tuða, veist, það fer þetta inn okkur svona. Þarna er bara sjálfsábyrgðin mjög ríkjandi og valið, skilur við. Ég vel bara, sko, auðvitað er ég alveg frétta þyrst og svona, en ég finn bara, þú veist, þegar ég er bara á þannig stað, ég hef ekki gott af ykkur neikvæðni eða neikvæðum fréttum, þá bara velja. Já, ég meina, eins og ef við tökum bara Palestínu sem dæmi, skilur, þetta gerða verkum, að mér langar ekki að lifa lengur. Þetta ekki því að ég var, þú veist, með sjálfsvíkshugsanir. Þetta var svo
ótrúlegt það sem var í gangi, það sem vorum að sjá, að ég hafði ekki löngun til að vera á þessum stað, bara á jörðinni. Bara að fólk Þegar geti bara... Þetta var bara samþykkt, þetta var meira þess að endorsað bara af Ameríku, bara það, skilju, en ég ætla ekki að fara til það nánar. Þetta er meira hvað þetta er náttúrulega lamaði fólk út allt, þetta væri í gangi. Já, en það er líka annað sem... Helgaspellir á að vera orkugleðisbrauta. En það er líka annað sem ég langar að segja, því að þú ert náttúrulega áhrifavaldur, þú ert það og ert bara, þú veist... Já, stuðar svolítið fólk þetta orð. Já, en ég meina, en þú ert það samt. Já. Bara... En það sem mér finnst svo magnað við þig er að, sko, hvað þú ert bara í fariðinu, bara samkendiðin. Þú smita svo geðvitt frá þér og þú veist, og ert bara einmitt, þú veist, þegar kemur eitthvað svona stórt mál í heiminum eða á Íslandi, þú ert alltaf fyrstur til að hrinda ykkur á stað. Fá fólk og þú smita fólk með þér og það langar öllum að vera með þér í liði, þú veist, að bæta heiminn. Og mér finnst þetta, þú veist, af því þú ert áhrifavaldur, en þú nýtir það á svo góðan og fallegan hátt. Þetta er líka, þú veist, þetta er áhrifin sem ég vil hafa. Já, en ég er að segja, þannig að þú veist, það er ekkert neikvætt við það að vera, þú veist, þó að sumi finnist það, en ég er bara að segja, þetta er svo fallegt í þínu fari. Já, takk fyrir að segja þetta. Ég er mjög þakkláttur fyrir það og þú veist, og þetta kemur náttúrulega með ákveðnum kostnaði líka. Já, ég get alveg ímyndað með það að þú veist, að þetta tekur á. Þetta tekur nefnilega á og ég náttúrulega, þú veist, maður styggir líka, þú veist, vont fólk, skilurðu, ef maður er að fara yfir, þú veist, einhver málefni sem að stuðar, skilurðu, en það er aldrei ásetningurinn, skilurðu, svo bara í ofbeldisumræðinni, þar beindi ég athyglinni bara af þeir sem að hafa lent í því. Já. Og þeir sem þurfa að fræðast það og sjá það, skilur við. En það er það sem er líka, þú veist, bara, það er eins og bara þessi fræga setning, speak even if your voice shakes skilur við. Þetta var svolítið það, sko. Já, en þannig ég er að segja auðvitað, ef að maður stuðar eitthvað fólk, þá ertu að gera eitthvað rétt. Af því að allt sem að fólk er svona með skipta skoðanur þú veist, það er það sem skiptir máli eða skilur, þú veist. Sko það er líka ágætis punktur hérna, þetta er svona you're damned if you do and you're damned if you don't. Akkurat. Og það var eitthvað sem ég átti erfitt með að kyngja, af því ég í grunninn, ég hef engan áhuga að láta neinum lífi illa, skilur, það er bara ákveðið gildi sem ég hef. En það er líka bara það að hafa sko hugrekki og þora að standa með sjálfum sér, vitandi það og fá kannski eitthvað heitur einhverjum áttum. Bara hverjum er ekki saman? Þú veist hvað þú ert að gera, skilur. Já, og mín ljós eru náttúrulega bara þau sem að segja mér ég hafi hjálpað þeim, skilur. Og ég finn líka, og þetta er líka annar punktur, ég hef aldrei ákveðið neitt, ég hef aldrei ákveðið viðfangsefni, ég hef aldrei ákveðið að opna á þetta, skilur. Þetta er, þú veist, ég trúið og ég verðilega trúið því að ég er leiddur áfram, skilur. Hvernig svo sem það lítur út. Ég er bara verð að fylgja því, skilur, þú veist, þetta er svolítið bara... Ég meina fullt af fólk sem gerir bara aldrei neitt, en er alveg sammálaðir, en þú veist, og auðvitað, fólk bara kannski þorir ekki, eða hefur ekki hugur ekki, en það er það sem að, maður er svo þakkláttur fyrir þig. Takk. Og svo bara smitast maður með og... Ég held bara að við erum alltaf að hafa áhrif, að vera í kringum fólk sem nærir okkur. Skilur, þú veist, ég vil ekki neitt followa mig sem vil ekki followa mig, skilur, það er líka það, þú veist, það er líka svo mikið léttir að vera bara, ég er ekki að neyða neitt og neitt. Nei, og ég meina, ef þú er ekki á að því sér að segja, bara mér finnst það svo sjálfsagt, skilur, og þetta er sami ef einhverju líkar ekki við þig, það er svo sjálfsagt, skilur, og þegar ég fatt að þetta er svona búið að vera, ég var allt svona hræddur eitthvað, hvað gerði ég vitlaust, skilur, en þetta er ógeðslegt frelsi. Þetta er svo mikið frelsi, Mari, oh my god. Þetta var revolutionalt fyrir mér. Og það er bara frelsi að geta labba bara niður Laugaveginn og bara, þú veist, bara einhvern veginn búin að taka allt af bakinu. Og ef þú mætir einhverju sem er ekki sammálaðir, bara hverjum er ekki sama. Og líka bara það er svo sjálfsagt. Ég veit það, en ég er að segja, þú veist, ég veit, þetta er rosalega frelsi. Maður hafa ekkert að fela, standa með sjálfum sér og segja hvað manni finnst. Nefnilega, mér finnst þetta vera æðislega vegferð, skilju, og við erum líka að horfa á hinöflin, vera nákvæmlega eins, skilju. Það er svona, við bara berum ábyrgð á litli þessu hérna, sem litla stóra líkama, meðan heila sem er náttúrulega bara einhver galaxía, skilju. Og mér finnst það, sjálfsvinna mín hérna síðan þetta krassa átt sér stað, er svolítið þetta, að frelsa mig frá neikvæðum hugsunum, hvað öðrum finnst þau við. Stjórn, þú veist, ég var alltaf að stjórnast í því, í stæðan bara að vera og lega mér. Nú er ég er svolítið bara svona taka einn dag í einu, mantran.
Já, þetta er bara, þú veist, það er bara æðislegt í alvörinni og þetta er það sem við verðum eiginlega bara, ef við ætlum að gera eitthvað í lífinu, þá bara, þá mælum við því. Já, herðu, hérna, sko, ég ætla aðeins að fara, þú veist, yfir smá tískutengt, en mér langaði fyrst að spyrja bara svona jóga og gusur. Segðu okkur aðeins mér. Ok, ógeðslega fyndið. Já. Hún er Marjana og ég var að læra með henni í gusunáminu. Hitt hann í gær. Hún var bara, þú ert svo mikið kast. Ég bara, hvað meinur þau? Henni fannst að fyndið að sjá mig í gusu. Af því að allt námið var ég bara, ég er það, það er svo heitt. Þú veist, ég er bara drama. Heilin á mér bara, þú mynd degja og fer ekki út. Skilur þau? Þetta er mental resilience, er gusan og jógað er mental peace, skilur þau? Og þetta er líka bara besta vegferð sem ég fór á, sko. Að fara í jóganýtranámið, minnst allir þetta að gera. Þó þið verið ekki kennarar. Nei, guð, ég bara 4 dagar á sólheimum með geggjum konum og nýtra, þetta er bara mesta... Ertu að kenna í dag, nýtra? Kenna upp í Eden. Andra, við erum að fara. Já, það er bara, veistu, þetta er ótrúlegt tól og eins og Andrew Huberman. Já. Og Andrew Huberman sem er svona dáður í þessum leik og bara, hann er vísindamaður í grunninn. Þetta er stærsti talsmaður jóga nýtra. En þetta, þú veist, ég elska að vera til staðar fyrir fólk og ég elska starfið mitt sem bara bæði tónhulun og jógakennari, en vitið hvað þetta er gott fyrir maður sjálfan. Ég sko að því að ég bara fór á held ég 2 svona námskeið hjá Erlu Hrund Bronsson bara út í Héðinshúsi og ég var háð þessu. Ég veit. Það skilur, ég fór 2 viku og ég bara, ef ég komst ekki, þá var ég bara, þú veist, ég var bara svona uppliðið, bara svona geðveikan kvíða og bara svona hvað gerist þegar ég missa tíma, því að ég fann hvað þetta gerði gott fyrir mig. Ég er náttúrulega svona ofvirk smá, svona. Ég hef aldrei upplifað eins mikla andlega ró og eftir sólima, eftir námið. Nei, en þetta er bara, ég er bara fund sko hvað þetta einhvern veginn einhvern veginn jarðbatt mig, þú veist, í öllum æsingnum alltaf. Vísindin sína þetta líka. Þú veist, það eru rannsóknir sem sína frumundar okkar. Ég, þú veist, nú ekki samt taka mér óbókstaflega, ég las það á ensku. En, þú veist, þegar við sofum, þá, þú veist, endur nýja frumundar sig. Þetta er hvíldin okkar og góð hvíld. Streita minnkar þær og bara heldur í lamasessi, skilur við. Nýtrað og bara svona djúp munkahugleista. Fyrir fólk sem hugleiðir ekki, þá er nýtrað náttúrulega perfekt af því að við erum að draga þið niður og nýð þetta ástand sem er svona milli svefns og vöku og við segjum, þú veist, þarna ertu heiminin en ekki veðrið. Þú finnur ekki fyrir veðrinu, þú ert bara heiminin. Þú ert bara fyrir ofan, þú veist, allt sem er í gangi. Þú ert bara heiminin, you're the blank canvas, skilur við. Og þar eiga þessi stað töfrar. Ég er nefnilega að ná þessu ástandi nokkur sinnum. Já, þú sér það að fólk sem að þú eru upplegað á eigin skinni, þú þarft að upplega þetta. I know, þess vegna var ég að segja, þú veist, ég bara svona, upplegið smá svona eins og ég var í háð, ég skil það. Og svo bara, okkur neginn flutti hún og ég okkur neginn aldrei farið aftur, en ég bara veit hvað það gerir. Veistu, og líka bara ég reyna að gera þetta, þú veist, vel, þú veist, tíminn er klukkutíma 15 mínútur, nýtra er ekki meir en 45-50 mínútur max, en ég vil að, þú veist, ég held ég hef aldrei ekki kallmann til mín. Endilega kallmann komið, það er bara, they need it, sko. En þú veist, þá enginn að drífa sig inn, það er bara solid korter, það sem þú situr bara og liggur og græjar þig og eitthvað svona. Og svo líka eftir á. Þá langar mann ekkert endilega strax að standa alveg. Nei, og það er nefnilega annað sem er svolítið skemmtilegt, sem gerist alveg óvart, er að ég fór til vinkonum minn sem var þarna og ég strauk á henni bakið eftir tíman, þar sem hún lá bara svo lítið bad. Og það var önnur sem sagði, þú veist, okkur fórstu bara til hennar. Og ég bara, býtu, hvað meinarðu? Hvað er verið að gera upp á milli? Hún bara svona, við kemum næst, verður til að gera þetta líka, hún var svo æðisleg. Og hægt og rólega fór ég að bjóða upp á þetta. Það fyrir bara rosalega langur tími þetta í lok tímans. Hver vil strókur? Já, það er bara rétt upp hönd að láta mig vita fyrir tíman. Af því þegar þú ert í þessu ástandi, þú verður bara svo lítið barn. Sama í tónhulunni, þú ferir silkið, þannig að þú fara eftir móðukvið. Og ég leiði með mann grátandi í fanginu, í silkinu, skiluru, og þú veist, ein konum, oh my god, má ég ekki alveg segja frá þessu?
en allavega. Ég held bara að þú nafngreinir. Nei, alls ekki, það var kona, það var alveg svona, ég fekk bara svona, ert þú að grínast, hvað þetta er fallegt. Hún hefði mist bara nákominn, sólarhring fyrir þennan tíma og hún sagði við mig, og það sem ég gerir lók tímans, ég fer til fólks og ég bara kemur nærveru, snertingu, rugga þeim, hans hjá þeim og hún bara, þú varst amma mín, hún kom bara og hún náði í þennan fjölskyldumeðlim og fór með hann til mömmu og pappa. Oh my God. Skilur, og ég bara svona, þú veist, spáði í því alvörunni hvað við getum. Þú veist, þetta er alveg magna. Skilur, við höldum alltaf við séum bara eitthvað svona dúkkur, eitthvað svona hér, þú veist, hvað sem við gerum, þú veist, we are magic, krakkar. Stelpur. Já. Hvernig mikið á þetta? Já, en þú veist, þessna er svo magna að læra fræðin og þú veist, ég meina, ef fólk er leitandi, þú veist, að gera að læra, já, akkurat, prófa, kynna sér. Algjörlega. Snýturnámið er bara, ég ætla að fara aftur, sko. Ég ætla að fara árlega, held ég. Bara að toppa á námið, upprifun, bara kallum upprifun. Já, ég ætla að fara bara næst fyrir eitthvað advanced og svo, bara, veist, þetta er að besta sem ég hef gert fyrir mig. Ég bara trúi vel. Þetta er bara innlögn. Já, þetta er innlögn. En herðu, nú ætla ég að, ég ætla bara að taka, hringir Ólafur. Það er elsti. Það er elsti, já. Sko, ég ætla að... Það er vel gert að vera með þetta. Ég held að við séum alveg komin hérna... Ég elska, ef mesti aðdönda vítum vel dauður, þá er ég. Skilu. Herðu, ég ætla að spyrja þig, ég ætla bara að taka 3 tískuspurningar. Hvað er must have í skápum fyrir sumari? Flip-flops. Já, rétt svar. Rétt svar. Og fyrir stráka bara tanktops. Já. Það er bara svo næs að vera bara tanktop. Tanktop og flip-flops. Þetta er bara geggjusvar. Sko, þú ert með geggja Dior-tösku. Já, ég kom alltaf með allt sem að mér grunnaði myndu... Já, en ég ætla, við ætlum að spyrjum alla. Ef að bara money væri bara, þú veist... Not an issue. Já. Hver er draumataskan? Ég tók screenshot. Já. Þetta ég veit ekki hvað hann heitir, en þetta er, má ég segja ykkur eitt? Já. Áðurinn segja ykkur. Ég er aldrei típan sem á svona celebrity crush. Þegar fólk er svona, já, hver er upp á þitt, Russell Crowe og blablabla, eitthvað svona hérna. Ég er alltaf bara hvað, já, þú veist, Jake Gyllenhaal sætur eða eitthvað, skilur. Já. Ég fitta aldrei inn í þetta. Nei. Nú erum við 2. Hverjir? Pétur Martinsson. Hættu núna. Ég bara, veistu, ef ég myndi horfa mig, myndi springa. Þetta er samskipt. Ó, já. Ok. All right, ég meina myndalega maður. Aldrei vita annað eins þokka. Já, er það sjarmerandi. Ok. Nei, ég verð svona alveg bara svona. Já, ok. Ég segi þetta í öllum viðtölum. Já, ok, bara ég elska þetta. Og Jacob Lordi. Aldrei að vissi ekki hvað hann var! Veit hann hana? Það er komið nýr þáttastjörn inn á þátt. Já. Henni hefur hér með... Já, hún er rekin. Já, og Helgi er tekið við. Og við ætlum að tala um þennan mann. Já, nei, ég meina, halló! Þetta er Bottega Veneta-taskan. Er það draumataskaðin? Já. Og draumamadurinn? Bæði. Þú átt náttúrulega draumamann. Skilur þú veist, við veitum allir að... Það er svo gott, það er svo holdt að vera með kröss. Hann er sko skotin í... Hans kröss er líka íslenskt. Hver er það? Ágúst Brynjar. Því það er engin eins og þú. Þú veist, hann er mjög sætur. Ekki mín típa. En það er Pétur Martinsson mín típa. Já, einmitt. 50 plus, gráhærður og elegant. Já, og mjög elegant. Já. Nei, sko, þú veist. Herðu, ok, maður sé, er þetta draumataskan? Okay. Þetta er Bottega-taskan. Já, ok, þetta er eins og bara Neverfull, skilur. Og ég veit, ég mun aldrei hafa efna á henni og það er vel. Ekki segja þetta, þú verður að síkrita þetta. Ég er í framkvæmdu, ég er að eða peningur mínum í ljósofa, sko. Já, en ég menna... Ég er svo mikið í núinu. Reyndar. Ég ætla að kaupa henni þetta einn. En þetta er bara... En þú veist, ef eitthvað ræða Jacob Lordi. Nei, sko. Hann er líka 2 metrar. Pétur Martinsson 1,93. Ok, og veistu hvað? Veistu hver er nýja kærastan hans?
Já. Kendall Jenner. Ég alveg torn, sko. Af hverju? Kardashian curse, girl. Já, veist það, ég held að hún tökum hann út fyrir söga. Svo var líka Olivia Jade eitthvað að segja hún sem er PTSD eftir hann. En ég ætla að kjósa... Eftir Jacob. Ég trú öllum tónlildum, Já. ekki þessum, nei. Já, hann var líka með Nei, hérna dóttir Cynthia Crawford, Já, hún með Kaja. Kaju, sko, en ég er náttúrulega búin að skoða kortið hann, sko. Já, og? Lítur allt vel út? Sko, hann er með rosalega mikið vatn, rosalega mikið fiskur, krabbi. Það er svona, hann gæti alveg verið með, hann er bara ekkert með tilfinningar. En ég ætla að kjósa ignoransir því ég er að reyna að hafa gaman núna. Já, við erum bara að hafa gaman, annars verður bara svo leiðilegt, skilur. Já, bara ég er að reyna að halda mér hérna, þú veist, above water, sko. Ertu búin að skoða kortið hann að Péturs líka? Ég, sko, er að reyna að finna leið til að fá fæðingatíman hans. Ég skilur. Þetta er í vinslu. Ég bara þekki engan sem þekkir hann. Nei, þetta er allt í vinslu. Ég myndi segja, já, ég þekki Gísla Martin. Hann heilsa mér. En ég þekki hann ekki. Ég er að manifesta að komast í föstudags þáttinn að því elskan og hann og Pétur er góða vinir en hans þekki engan ég heyri að þú ert alveg búin að leggja bara fullt að sáum núna, sko. Já, ég er satt líka, þú veist, þetta tvíþætt annarkvæmt er hann bara hérna, eða hann er bara what the fuck hvað creep er þetta? Já, skilur það er ég að hvað vil að vita hvernig ég fættur eða skilur, en þetta er aðgæðlegt að vera með svona celebrity crush. Nei, veist það, við eigum öll að hafa ég er upplýtt fyrst skipti núna, sko Jacob er alveg bara hann er alveg á mínu lista, bara sko. Bara, þú veist, það er bara líka þurrka af þessu sætum þegar við förum, sko. Matthew McConaughey. Já, nema ég get ekki röddina hans. Alright. Ég meina, fólk sopnar bara við að hlusta á hann, sko. Reyndar langar mér að hlusta bókina. Já, ég er búin að hlusta á hana. Er hún góð? Já, hún er æði. Okay. En herru, síðast spurningin. Nei, 2. Ok. Uppáhaldsflík alltaf tíma. Ég kom með hana. Ég dyrk þetta. Sko, eina ástæðan fyrir ég elskana er að, þú veist, bear in mind, þið fatt ekki hvað ég er með lánlaun hjá Lít. Þú veist, tala um bara, ég var með varasjóð, ég safnaði, ég lifði mjög lengi á 50 krónum á dag. Já, það er þúsukall. Já, það er bara rúgbrauð með lifrapilsu, skilur. En ég sá líkum innkaup, ég eldaði matinn heima, skilur, ég græði allt, skilur. Ég var með hlægilega lánlaun, en ég stóð mig vel, skilur. Ég sá mann, ég sé jakka og ég var komið varasjóð og ég þekkti stelpu sem var að vinna í Acne Studios og þessi keypt 2019 eða 18 og ég elska þú veist náttúrulega einn mesti Acne fan sem ég veit sem ég elska ég myndi hann er hann ekki svona, er þetta snúna við? Nei, reyndar ekki. Já, ok. En svo líka, þú veist, ég þurfti að velja milli svona 18 jakka. Já. Pétur elskar mig fyrir utan eina ástæðu. Hvað er það? Kannski fleiri. Já. En allavega út af öllum jakkanum mínum. Ég þarf bara geymslu. Já, geymslu núna. Já, hvað er að tengja samt við þetta? Og þetta er bara... Þetta er eitthvað yfirhafna blæti á háu stígi. Þetta grínast. Nei, hann er bara æðislur, ég nota hann hvern einasta vetur, geðvikur. Hann er eins og knús og ég bara elska hann er æði. Ok, við fáum að setja myndbrindis, eða ekki? Ef ég sel hann, þá er ég líka dæður. Já. Skilji. Ok, hérna, varstu búin að preppa eitthvað fleiri svör? Fylgihlutina. Já, ok. Að því ég er jakka á töskum. Já, ok, ég elska þetta. Ég skal fljótur. Hvaða tösku skart eða fylgilit áttu sem þú notar aftur og aftur og bara hafa verið virkilega góð kaup? Já. Ok. Sko, kosti með? Já. Yes. Nema ég fann ekki hálsmenni mitt. Ok. Pétur gaf mér í jólagjöf, hálsmenn frá árum. Einu megin er loppan á Noel og hinu megin er fingrafæri hans. Nei. Og þetta er bara... sætt. Já. Og líka bara ég elska árum... Nei. Ég setti eitthvað box. Já, ok. Þegar vorum að flytja. Bara ég ætla ekki að eitthvað svona. Nei. Og við erum náttúrulega ennþá að taka upp úr kursum og eitthvað svona. En hérna, það er bara ástin mín lífinu, ástina mín lífinu, trúlunarhringurinn þetta, æðislegur, en svo er ég, ég er svona, svo sko, ég keypti þessa sem smá svona, ég er búin að vera duglegur. Verðlaun. Ég safnaði fyrir henni, mér finnst hún tímalaus, mér finnst hún bara æðisleg. Ég elska Dior. Og það er svo fyndið.
mig grunaði að segja, sérðu eftir einhverju kaupum og ég bara Já. Maja veit hvað það er. Hvað? Þessi ekki mútaskan. Já. Sem gast ekki hægt að rosta mig yfir. Já. Það er bara, Helgi, þú kemur ekki þessi fokkin lyklanum. Já, brjálu. Ég bara, því mér er svo mikið waste of money. Ég veit Ok, þannig að það er your biggest regret. Það og prataskópnir mínir, Thunderbolt, eitthvað. Já, hann að þykku. Tveir þykkir prataskór sem ég bara, þú veist, hún selja bara. Ég sá það varst með... Það einu sem ammældi mín með... Ég veit það. Það var þá sem ég var að rósta hann. Já, hún var að rósta mig þegar lyklari mínu komist ekki á henni. Nei, hvað þá eitthvað meira, sko. Já, herru, þetta er hún sem er bara svona, þetta er tímalausa mín. Já, ég sá glottið eitthvað prata. Já, en ég er að selja hana. Herðu. Þetta er svona eitthvað, ég er eiginlega að selja hana líka því ég er í framkvæmdum. Já. En ég held ég myndi vera obsessed af henni að nota hann hverjum einstegi. Mér finnst hún geðveik, Hún er æðin, ég nota henni aldrei. Nei, ok, þannig er þetta auðlýsandi sölu hér og með. Það er búið að selja hana. Já, búið að selja hana, ok. Og langar að kaupa hana. Svo er fyrsta, þarna safna ég líka fyrir, fyrsta sæta sem ég keypti afslætti í Illum, þetta er þegar Riccardo Tisci var fyrir Burberry. Og já, þetta var á okkar tímabili, ég var svo montinn og glaður. En þessi finnst mér geðveik klassísk. Ég ætla hann alltaf, Já. Hún er líka bara, Íslensk fánin væp. já, hún er líka bara svo ógislega passlega rúm, skilur, ég er ekkert með það mikið að dóta, ég þurfa að nota hana, Ok. Mjög mikið tösku ég línu líka. Já, ég nefnilega fann það, mér fannst þegar hann var kreitdirektor, mér fannst hann geggjaður. Þetta er svona mín blæti. Já. Bestu unnandi. Já, en hérna, lokaspurningin, Já. notar Blue Lagoon Skin Science. Já, Hver er upp á að svara þeim frá? þið er ekki að fíla svari, Byrju, try me. Ég elska, ég hef ekki fengið vöru sem ég fíla ekki, Nei. Ég elska the cream, þykka, skilur. Ég er nefnilega the light meira. Það, Já. ég veit bara, Já, ég er bara svona, það er rosalega sérstökur stuðið, af því ég finn alveg hvað er gott, en Já. ég hef alltaf verið svona meira Já, ég skilja, ég er undir eftir að prófa light. Já, það er geðvikt. Ég var ekki á þeim PR-lista, Nei. blálunni hverstu. Já. En ég ofnota intensive kremið, í stóra dunknum, ég nota alltaf sjampóið og ég bara elska alltaf þessa línu, ég elska sápuna. Já, ég elska það, ég nota í hársvöri, ég nota út allt, Já, ég elska þess, ég ætla að fara að vinna í hreyfingu. Þetta var líka svona, þú veist, þetta er alveg svona kórið mitt, Ég á allar þessar, alltaf, skilur. Og ég vil líka, þú veist, Skin Science er bara guðurlega dæmi, en, þú veist, Varasalvin líka, geggjaður. En ég bara, þú veist, þarna er ég bara fasta kunni, ég á þetta alltaf til. Já. Og mér finnst líka bara gaman að prófa nýtt, eitthvað svona, þú veist, handábyrður og svona. Já, ég meina, það er ekkert vitlaust svar þannig. Nei, ég er rosalega hrifin af, en ég er líka alveg með svona stundum pirraða hús, þess að þetta líka náttúrulega bara gerúkslega mikið fyrir mig. Ég veit, það er nefnilega málið, Sami pirraður hás, þú veist, þegar ég er með vörur í hárinu, það sáum við kannski svona ég svona ítir nöglun honni. Já, þú veist, farið exem eða? Ef ég vaska ekki mér hárið, skilur bara leiðu ekki heim. Já, ég vaskaði ekki. Það er svona ég er með það alltaf hverja einustu kvöldi, Að þetta er brókslega gott stuff. Gott stuff, En back to the PR list. Yes, Really? nákvæmlega. Ég er að tjóka. Þau hafa verið rosalega góða með. Ég elska þau rosalega mikið. Já, en þið vantar kremlæt. Mér langar að prófa. Já. Þó það væri ekki nefn bara litla testurinn. Herðu, við náttúrulega keyptum rosalega, Pétur var að vinna þar. Þá keyptum alltaf serumið. Það var geðveikt. Já, geðveikt. En ef að segja það, gott stuff, Blue Lagoon Skin Science, lokaorð. Takk Helgi. Já, varst að grínast. Ég vil gætna setja í klukkutími viðbót, Já, ég bæta við 3. stól ástin mín. Já. Done! Já, takk Helgi. Herðu. Ég sagði þetta. Já, hann er bestur. Já, en við líka tölum ekkert, það er smá lengi. Ég hef getað haft hann klukktími viðbót. Nei, þú hefði getað haft hann alveg morgun. Ég var til hann hverjum degi. Já, En ég segja líka, hann er bara svona æfur á það núna. Ef önnur okkur veikist, þá leysir hann af. Það er bara þannig. Já.
og ef þið eru svona sjúkar eins og við þá getið þið líka hlusta á helgarspjalli. Já, algjörlega, mælu með, komið aftur. En hvernig gekk með Giggo? Ertu búin að láta sækja ruslið? Nei, þetta er bara algjör framtaksleysi í mér. Nennir ekki að sorpu og nennir ekki að googla? Nei, veistu það, ég ætla bara að afsaka mig. Það er bara búið að ganga á ýmislegu, þú veist. Þannig að bara sonur minn lendi smá svona óhappi og það bara fór dálítið helgin í að já, hvað ég segja, hann er alltaf með hann en bara hjartað hans er marið. Já. Þannig að ég þurfti aðeins en ég mun gera það, en ég fór inn á Giggo appið í dag og var bara svona að skoða hvað hvað Gigg er í boði. Já, hvað Gigg er í boði og það er það sem ég vildi líka segja að oft vantar mann auka pening eða þú veist vantar eitthvað verkefni eða kannski bara að vinna hálfu starfi. Það er ég mæli svo með að skrá sig sem giggara á Giggo af því að það er alls konar í boði, þú veist, bara ef þú ert handlaginn eða ef þú ert á stórum bíl eða ef þú ert með reynslu á þjóni veislum eða ekki, þú veist, að þá getur náðir í gigg og náðir þar leiðandi auka pening. Ég mæli svo með því og þannig ég var svona aðeins að skoða framboðið, en það eru ekkert mikið af því eins og ég segi. Er ekkert of margir giggara? Sko, það er náttúrulega held ég betra af því að það sem þú vilt að Giggo gerir fyrir þig, það er að leysa það sem þú þarft að láta gera fljótt og örugglega. Þannig að því fleiri giggarar, því fyrr er verkið. Já, ég var að hlusta á frétt í gæra þessi fullt af krökkum sem er með að fá að vinna, þetta bara kannski skrá sig sem giggara. Ég bara, þú veist, af hverju ekki? Já. Ég meina auðvitað fullt sem þarf eitthvað faglegt fólk í, en bara alls ekki allt. En að fara á sorpu og allavega. Já, fara á sorpu, að fara út að labba með hund, bara whatever. Það koma upp alls konar verkefni, þannig að ég mæli með. Okay. Já. En ég verð að setja með markmið áður en við hittst þetta næst, þá verð ég búin að Giggo eitthvað í að tæma, af því að aðra ekki verið að gera það. Nei. Það er bara deinuljósara. Ég myndi klárlega að nota þetta, ég verð ekki eftir Óla, hann er alltaf búin að fara með rusli. Já, einmitt, ok. Sorry, nú segjum á aðra samt. Nei, það er bara líka við megt endla með bílið og svona. Nei. Hann er náttúrulega með pick-up bíl, bara afsakana eins. Já. En hvað ætluðu við? Já, ætlaðu þú að taka hot og not eða? Hvað að gera? Já. Ok. Ertu klár? Ég er tilbúin? Ég er tilbúin. Hot, not og jail. I was born ready, skilja. Ok, Capri-buxur. Já, hot. Crocs. Hot. White on white. Hot. Hnésokkur við pilsaði stuttbuxur. Not. Ég er ekki alveg þarna. Same. Logo öllu. Fangilsi. En Louis-taskan? Já, nei. Þú veist, það er alveg undateiningar. Já. Ok, en mikrotaska, finnir spurning með að við Helgi var jail! Bara henda lyklinum, bara algjörlega. Það er bara, þú veist. Moonboots á sumrin? Ég ætla bara að segja eitthvað það. Það var 14. hitt helgina, ég var á fótboltamóti, ég var í moonbootsanum mínu. Og ég meiri segja fór inn í Andrið á Árbæjarlaug að kaupa eitthvað skáta gúmmilagi. Vinkonu mín sem er að vinna með mér, hún þekkti mig ekki. Ég var í fótboltaúlpunum minni með húu, sólgleru, moonboots, svona skelbuxum og ég var bara, hæ, hún var bara, who that? Hæ? Veitu hvað það svarið, hot? Já, hot. Okay. Moonboots segja alltaf við. Okay. Það er bara þannig. En svona töflur með bandamill tónna? Havanís? Nei, Havanæjas. Havajanas. Havanís er tegunda hundi sem ég langar í. Er það hot or not? Hot. Já, þetta er bæði hot. Já. Hot. Hot að hæsti. Matching set. Hot. Halló. Botox. Hot. Strátöskur. Ég er ekki alveg það. Not. Okay. Ég sagði að 20 vitlaust séðast. Vitlaust? Það er ekkert rétt eða röng svör. Jú, byttu. Okay. Þegar ég fór að skoða, þú veist þarna, því ég gerði svona klippu fyrir TikTok og þegar ég skoðaði, þú veist þarna, því ég fór að Google, svona Pinteresta myndir til að setja með. Okay. Þú veist, OSS Blazer og eitthvað All Black, ég bara not. En það er alveg flott. Já, ég var alveg smá að lýsa því. Og líka þetta hlébarða ég smá hörð. Ég ætlaði bara að jaila það. Já. En ég er bara smá að leiða þig núna, ég hef alveg átt að, ég var smá svona... Halló, ég líka saði við þig, hvað meinar þau? Og svo hugsaði ég líka bara svanalósa hættur að vinkona mín, sko. Þannig að ég er svona aðeins að, ok. Þú ætlar aðeins að mildast með það. Já, en herðu, ég var með þarna smá Real Housewife, smá ógeð, sko. Já, ok, segðu, ertu með skúp?
Ég ekkert kannski endilega með skúp, en þú veist, ég var að segja í síðasta þætti að var allir að segja að Dorit er hent út. Ég held að vera ekki. Okay. Hún er svo mikið drama og ég held að það... Er hún ekki svona geðið toxic gæla? Eða hvað? Ég veit það ekki, hún toxic. Smá. Hún er alltaf bara óksla vondi staði í sínu lífi, en hún var að gefa út þessa blessuðu bók, ég horfa Helga þegar ég veit þú ert ekki að horfa á þetta, hún hélt sko útgáfapartí í þáttunum, cover party, hún bara búin að gera cover, hún var ekki að byrja að skrifa bókina og þær voru allir bara eitthvað svona, oh my god, þetta er eins og bara litla stelpur í barnaskóla, er hún bara að fara að halda party og ekki búin að skrifa bókina, eitthvað svona, allt eitthvað svona drama út því. Okay, en 5? Ég sá áður en ég kom þess vegna langaði mér að segja þetta, eitthvað TikTok, eitthvað gælla sem bara fór á þar sem hún var að sæna bókina og hún kom 10 mínútum á seint sem er ekki mikið fyrir Dorit því hún kemur alltaf bara 3 tíma á seint eitthvað og það var röð ekki út á bókabúðinu, heldur bara kringu blokkina þannig að hún að fá áritun hjá henni þannig að hún er búin að skrifa bókina actually, já. Eða ykkur, ekki hún já, en af hverju helst að henni er hent út? Af því hún var svo leiðilega? Nei, hún er ógeðslega leiðilega. En svo tók ég eitt podcast, ég hlustaði okkur podcast með einhverjum gaur sem heitir Paul C. Bronson, kannski veit þið hver það er. Hann er að tala við PK, einmanninn hennar, sem er breskur fjárfestir og bara gaur sem er búin að gera alveg ótrúlega mikið í sín lífi og vera ótrúlega ríkur og missa allt og þau. Og þess vegna eru þau svona milli tannana fólki, þetta er bara búið að ganga ógeðslega illa hjá þeim. Og hann segir bara að það er hann sem sett hann í þetta út af því að þú veist, hann vantaði einhvern veginn, þeim vantaði eitthvað smá pening eða þú veist, eitthvað svona, stóð einhvern veginn þannig á og hann var búin að vissi bara að vera ógeðslega mikill peningur í þessu. Hann sagði bara, ég átti bara ótrúlega fallega konu sem var ótrúlega klár með munnum fyrir neðan hún er fullkomin í þetta. Og hún var ekkert ógeðslega spennt. Þannig að hann pimpaði hana hann smá svona, bara heyrðu drif þú í þetta eitthvað svona og hún fer í eitthvað svona test fyrir þetta og það gekk eitthvað sérlega vel. Og svo hefur Bravo samband við þau og segir bara, heyrðu, við viljum koma að taka upp hans heima á ykkur og hann bara eitthvað, heyrðu, geðveikt, þetta er það sem ég kann. Hann er svona vanur að loka stórum dílum og eitthvað, hann bara tjálta öllu til, bara pantaði allt stúdíó Flamingo og bara fyllti húsið af blómum og hann bara var með Boy George og fullt af frægu fólki við borðið, hann er umboðsmaður fyrir svona fótboltamenn og eitthvað svona líka. Bara raðaði eitthvað þótili yfir borðið, hann vissi alveg hvernig hann átti að loka þessum díl og þannig að honum að þakka eða kenna að hún fekk þetta og hann segi bara, mér að kenna þetta fór svona, mér að kenna hjónabandi held ekki eru þau svona skilin? Eru skilin og hann sagði bara, þú veist, það er enginn ennþá giftur sem er í Real Housewives. Oh my god, the curse. Nema Kathy Hilton, mamman er Paris Hilton. Þannig að það er eitthvað curse á þessu. Þetta er bara svo gæðbilðislega mikið álag. Já, það er líka eins og, ég held að þetta sé líka ógeðslega toxic environment. Já, það er það. Af því að og það verður að vera drama, annars ertu ekki að fara að halda sætinu þínu. Akkurat. Og það er ekki að fara að horfa á þetta ef þetta er ekki drama. 40-70 milljónum fyrir sísonið eftir hverðu ert. What? Yes. Og sísonið er bara, þú veist, kannski 3 mánuðir, fattaru. Og þetta er ekki einu launið þeirra, þær fá þvílíku samstarfstílana, það er ekki allar margar búin að gera fatalínur eða bikinilínur eða skrifa bækur, þær fá borga fyrir að koma í alls konar sjó og vera með fyrirlestra og allavegna, þannig að það er mjög mikill peningur í þessu, þannig að ég held líka að þær sé alveg tilbúin til að gera alls konar til að fá að vera. Algjörlega. Og sumt drama er bara svona sett upp, eins og ég Helgi vorum að tala áðan, bara eitt atriði þarna þegar voru í Ítalíu. Þú veist, þá var hennar Dorit látin skilja hina 2 eftir en það voru 2 bílar svona illa klift þannig að þú veist, það var sett upp skiljuru basically. Sko, ég held að rosalega mikið á svona raunveruleika sjónvarpi er skriptað sko. En það sem ég sorglast við þetta allt, að ef það er svona neikvætt og eitthvað svona nóga 10 til að spila skiljuru, þá er allir til að tala um að gera TikTok og sér og allir eitthvað, við erum svo dramadrifin og mér finnst það smá leiðilegt og svo fíla ég það smá sjálf líka þannig að Já. Ég held að þetta sé bara human nature, bara mannlegt eðli sko, þú veist, að það er ekki bara, þú veist. Ég held að þessi Dorit verið pottet áfram, þó að sé búið að segja eitthvað annað, út af því ég held að drama og hitin á henni svo mikill, ég geti ekki mista hana. Sko ég dyrka, Andrea, að þú bara fest verkefni, það var að taka þér að horfa á raunveruleika sjónvarp. Og þú veist, þú ert að massa þetta. Þú veist, ég veit að Silvía er svo ánægð með þig. Já, Silvía. Nei, í alvörinu, sko. En ég bara elska hvort að gera þetta vel. Já. En svo er ég á þessum milli, muni verið kynning var að tala í chat, ég var senda á hann og hann sagði við mig að ef ég ætti að skoða eitthvað
inn á mínu áhugasvið, það ætti að skoða Real Housewives of New York. Okay. Það er eitthvað gælla sem er búin að búa til því líka veldið. Byrjar þarna. Í kringum... Og bjóð til eitthvað merki sem hún gerði, man ekki hvað heitir, skinny bitch eitthvað svona, eitthvað skinny eitthvað. Ég veit ekki hvort ég veit hvað er. Ég eftir að horfa á þetta. Ég bara er að fara í þetta. Bara report back. Af því að ég elska þegar ég get lært eitthvað, út af því að, þú veist, hún er víst svo klár, hún byrjaði með ekki neitt og Helgi veit örugglega hvað ég er að tala en ég sé það á honum að þú veist, hún á að byggja eitthvað brand úr því og mér er svo gaman að sjá eitthvað svona sem ég get lært af, ef ég fattur. Ok, þannig að þú ert basically að fara, bara gera svona heimavinnu með því að horfa á þetta. Já, og bravo, semst ekki bara borgar fyrir að vera þættinum, þau eru borgar fyrir aðganga lífinu, þú ert að sína börnin, þú ert að sína fram á eitthvað erfitt og rifrildi og eitthvað svona. En það sem P.K. sagði, það sem hann elskaði við að vera í þessum þættum, hann sagði, allt henni gæti ég panta með borð, P.K. einmaður með Dorit, gæti panta með borð allstaðar í LA kl. 8. Af því að þú ert nobody þá farið bara 5 eða 10. Já, akkurat, ekki prime time. Já, nú er þetta bara, þetta er P.K. og þá farið borð. Ok, það er allan að, þú veist, gott að hann fekk það sem hann vildi út úr þessu. Það geta panta sér borð kl. 8. Já, en já. En herðu, mér langaði að segja frá, við fórum að gegja hann viðburð hjá Mestu Spens. Já, vá, þetta var flott. Já. Oh my god, ég bjóst ekki við þessu. Nei. Þetta bjóst við ykkur flottu, en ég bara... Við vorum bara að horfa á ballettdansara og Stella Rosenkransa, koreografa og bara nefnir það var gæðvegt. Það er náttúrulega þeir voru að frumsýna nýja GLC bílinn. Nei, sko, þessi slæmt hann svo flottur. Hann er alrafmagnaður og ég er semst á GLC og það er alveg komin tíma að skipta út og ég fór náttúrulega með verðlistan heim og ég sá alveg Ari, hann var alveg lengi að skoða bara hvað er í hverjum bíl og svona. Það vakti alveg áhuga hjá honum. Þeir eru búin að fyrirframselja mjög marga bíla en líka bara setjast inn í hann og bara allir þessi fítur sem þau með en það er náttúrulega bara sko, þú ert að kaupa náttúrulega ákveðin lífstíl en þú ert að kaupa því lík bara gæði í bíl. Ég langaði sko ekkert í nýjan bíl áður en við fórum en ég er bara heilanum og ég er með svona, þegar hann gerði svona hey Benz, put on stars, það er svona glerþak, það var bara allt í milljónleitum stjörnum í þakinu, þetta var bara geðveikubíl. Já, þannig að og bara það er alltaf svo ótrúlega gott og gaman að fara upp í ösku. Þannig að og bara þetta var alveg mjög ótrúlega... ég hef nú farið á marga viðburð þetta var mjög flott viðburð. Mjög flott. Það var ógeðslega gaman. Mæli með að fara að skoða hann bíl. Ég ætla að klippa saman smá vídeo úr þessu og setja hann Instagram á okkur. Já, það er mjög skemmtilegt. Og svo er annað sem við verðum að segja frá því að það er búið að vakna ég er búin að vera mikið spurð út í nýja toppin frá MS. Það er að koma nýr toppur, við mögum ekki ennþá segja frá bræðinu. Þau eru bara sumarísin til. Já, nei, sumarísin er geggjar og svo er saltkarmelu toppurinn. Hann er æði. Er hann kominn? Já. Þú verður að smakka hann. Og en ég vona í næsta þætti getum við sagt ykkur hvað nýja bræða toppnum er. Ég veit að hann verður geggjar. Nei, þessi sumarísin gasmurinn í þættinu síðast, þetta var vandrarlegt. Og það ég hef búin að segja þið, nostalgísi minn, það er bara ís með súkkulaði. Já, með súkkulaði bitum með það? Já, bara ís með súkkulaði, hvernig sem það er. Svo seti ég sko ávægst út á. En í sumarísnum er sko mangó í, eins og ég vil hafa. Og kókos og súkkulaði. Þetta er bara svona eins og ég hef búið hann til smá. Mér er stann æði. Já, mæli með. Já. En svo ætlaði ég líka að segja eitt á lokum með Blue Lagoon, Skin Science. Þeir eru að fagna 31 árs afmæli. Akkurat. Herðu, ég mæli svo með. Og það, ég setti inn mínar 3 uppáhaldsvörur og Elspeth líka, Elspeth Gunnars, við vorum nákvæmlega sömu. Ég nefnilega sá að þú gerir það. Mínar eru cleansing balm, Skin Light og Varsalun. Já, Varsalun er náttúrulega bara, ég myndi alltaf hafa hann inn á. Alltaf, en ég valdi mitt cleansing balmi, það verða allir að pröfa það og svo var ég með serum og æserum. Þannig ég ætlaði að spyrja þig hvað mynd þú velja, en þú ert búin að velja. Já, ég er búin að velja. En þrá ekki á vikunar? Ég er bara ekki búin að vera í eitthvað svona headspace til að hafa eitthvað, bara þrákjan mín er bara, bara að börnunum mínu líði vel og bara ég er búin að vera hlúat aldrei að þeim og nú er bara voruð að koma að brjálu dagskrá því sem eigið börn þið viti hvernig þetta er. Þannig að það er bara börnin mín. Ég ætla bara að segja það þessa vikuna. Þau eru alltaf þrákjuna mínu ég var með smá þrá ekki bara svona hvað maður að gefa útskriftgeðar ég fór í 5 útskriftir sko á einni viku sko
auðvitað er bara peningum mjög sniðut, en það er bara, ég er búin að vera ágreið í búðinni, útskrift ekki ef svona daytöskur og það er að kaupa, þú veist, alls konar sett og svo ferðatöskur og eitthvað svona. Eina er bara áður maður gefur ferðatöskum, maður þarf virkilega að kanna hvort að sumir eiga bara lager af ferðatöskum og vilja ekki fleiri ferðatöskur. Það er bara eitt símtal og mér finnst það mjög flott gjöf. Það er gaman að eiga sinni eigin ferðatösku. Já, ég gaf reyndar einhverjum strákum pening, en ég gaf öllum stelpunum gjöf. Já. Að þið bara, þú veist, það er bara auðvitað náttúrulega fyrir mig að því ég hef mynd búð og, þú veist, gef skarkreipi og bóla eitthvað, því að þegar ég útskriðast, ég fekk svo fáar gafir, að mann fannst alveg gaman að fá einhverja gjöf. Já, sammála. Þú veist. Já. En já. Það ekki bara segja að það er lokaorð. Það er góð lokaorð. Já. Sjáumst. See you. Bye. Takk fyrir að hlusta á Stílbrot. Ef þið hafi gaman af, hendið endilega í follow eða skrifið umsókn eða bara bæði. Þátturinn er tekin upp í Klakin Studio og upptökustjórna Bryndís Arna Sigurðardóttir.